Í líkamanum okkar eru alls konar bein. Hérna sjáum félaga minn, hann nú plastirendar, en stærsta beinið í líkamanum lærleggurinn í lærun á okkur. Minnstu beinin eru heyrnarbeinin inn í innra eyranu, píngu lítil bein. Stóru beinin eru með beinmerg, þar sem að blóðfrumur verða til, bæði rauð blóðkorn og hvít blóðkorn. Sjáið beinmergin þegar borðið súpukjöt, það gumsið sem inn í kringlóttu beinunum. Beinin þau vaksa á okkurum vaxtarsvæðum, þangað til orðin fullorðin, þá hætta þau að vaksa, en vaxtarsvæðin eru hér. Þannig að það getur verið vont ef að maður beinbrotnar sem krakki eða unglingur að brotna í vaxtarsvæðan. Það getur truflað vöxtin á beininu, ef maður brotnar, það betra í raun að brotnin á miðju beini. Alls konar bein mismunandi laginu þjóna mismunandi tilgangi. Þar sem tvö bein koma saman, þar erum við með liðamót. Og liðamót þau eru svolítið mismunandi, en svona venjuleg liðamót eru með liðþófa á milli. Sjáið dæmi svona liðþófa hérna í hryggnum á okkur, líka í hnénu og nokkrum stöðum við bót. Og svo eru utanum þetta liðbönd, og svo liðpoki og svo liðvökvi í þessu öllu saman. Þegar brakar í liðum, þá eru það vökvi að hlaupa til hérna. Þessi liðbönd geta tognað, jafnvel slitnað, og það mismunandi eftir liðum hvað liðböndin eru mörg. Við erum með nokkra gerðir af liðum. Hjöruliði eins og í pötunum, eins og hnéð, getur bara hreyfst í eina átt. Kúluliði eins og í öxlinu og í mjóðumónum getur hreyfst í næstum því allar áttir. Snúningslið eins og hérna efst í hryggnum sem að hausinn stendur á, það gefur kleift að snúa haustum til hliðar. Þessi tiltekni liður heitir banakringla og þannig pinni sem gengur ofan í næsta lið fyrir neðan og lætur þetta snúast. Gerir þessu kleift að snúast án þess að skemma mænuna. Síðan erum við með fasta liði eins og í hausnum. Þetta eru nokkur bein, en þau eru alveg gróin saman og hreyfast ekki neitt. Svo erum við með það sem við myndum kalla samsetta liði, eins og til dæmis í úlliðnum og í ökklanum. Þar eru sjáði mörg bein. Þetta er ekki einn liður að hreyfast þegar ég hreyfi úlliðin fram og tilbaka, heldur þetta margir liðir að hreyfast saman. Við gætum haldið að hér væri snúningsliður, það er það ekki, af því að ég er í raun bara að snúa upp á þessi tvö bein hérna þegar ég snýð þessu. Og ef ég leggi bara hendina og snúiðinni þá finnið þið þessi tvö bein snúast í kringum hvort annað. Hryggurinn í okkur spes bein eða mörg bein og hér eru hryggjarliðirnir og brjósk á milli eða liðþófar á milli. Þegar við fáum í bakið getur það verið vegna þessi liðþófar eru farnir að slitna eða losna og þá geta þeir ýtt í eitthvað taugar eða ýtt í að bli mænuna sem getur verið mjög sásökafullt og við getum þurft að fara í aðgerð. En svo getum við líka bara reynt að styrkja okkur bakið til þess að koma í veg fyrir þetta og gengur þetta stundum tilbaka. Hnéð annar staður þar sem liðþófinn getur eyðilagst, hann getur hreinlega bara eyðst upp, hann getur brotnað eða þetta getur allt farið í tóma vitleysu. En sem betur fyrir í dag, þá erum við í hnjánum að minnstakosti, erum við farin að geta skipt ef þetta er alveg búið, en það aðeins snúnara þegar kemur að hryggnum.